Hefurðu kynnst manneskju sem svo merkileg að þú vilt vita meira hana? Þannig leið fólki sem kynntist manninum Jesú. Það gat ekki gleymt honum. Við vitum ekki alveg hvernig börnin heyrðu fyrst Jesú, en kannski var það einhvern veginn svona. Var einhver sem sá þig? Ekki mig. Ekki mig. Þig? Ég held ekki. Kom okkur af stað. Sama hvað þú segir, Benjamin. Ég held að Guð hafi sent Jesú. Að fengri kraftaverk gæti verið töfrabrögð. Hvað annað ætti það að vera? Ég þarf ekki að útskýra Jóel. Kraftaverk nokkuð sem Guð einn getur gert. Eins og hjálpa blindu fólki að fá sjón? Já. Ég trú ekki orðið af þessu. Ég trúi. Hvað ert þú að gera hér, Sara? Ég glemdi að fóðra asnan og þegar ég heyrði ykkur tala Jesú, langaði mig að heyra meira. Hvað þykist þú vita Jesú? Ýmislegt. Amma mín þekkir Maríu móður hans og hún sagði mér allt hann. Hvernig hann fæddist og fleira. Það sko mjög góð saga. Ung stúlka að nafni María bjó í Nasaret. Hún var ekki gift en var trúlofuð manni sem heit Jósef. Guð sendi Gabriel engil til hennar. Óttast ei, María. Guð hefur sýnt þér náð. Þú munt vera þunguð og son ala. Þú skalt láta hann heita Jesú. Ég skil ekki. Ég hrein mey. Heilagur andi mun koma yfir þig. Því mun barnið verða heilagt, sonur Guðs. Á ríki hans mun engin endir verða. En var María ekki hrædd? Ef engill myndi koma til mín, þá yrði ég hræddur. Hvað gerðist svo? Hér eru skilaboð til allra íbúa í Nasaret. Stjórnin setti lög að allir færu til þeirra borgar sem þau fæddust í, til skrásetningar. Skrifa nafnið sitt á pappíra. Í þeirri borg sem ættmenn þeirra fæddust í. Jósef fór því ásamt Maríu til Betlehem því þar var hann fæddur. Þegar þau komu til Betlehem var borgin full af fólki. Þau fundu enga gistingu. Konan komin að því að fæða og okkur vantar gististað. Eini staðurinn sem Jósef gat fundið fyrir þau var fjárhús. Eins og þetta hér? Mjög líkt þessu og þessa nótt fæddist Jesúbarnið. Þar rétt hjá voru nokkrir fjárhirðar í haga. Þeir gættu kindana sinna og allt í einu sáu þeir engil. Í dag, í borg Davíðs, yður frelsari fæddur, Kristur, drottinn. Fjárhirðarnir fóru strax til að sjá barnið. Hann lá í jötu, getið ímyndað ykkur. Þau sett hann í kassa eins og ég nota til að fóðra asnan. Eftir fæðingu Jesú fóru María og Jósef með hann til Jerúsalem. Þau hittu mann sem hét Símeon. Hann elskaði Guð. Drottinn, nú deyr þjónn þinn í friði, alveg eins og þú lofaði mér. Guð hafði lofað að hann myndi lifa það að sjá Jesú. Augu mín hafa séð hjálpræði þitt. Þetta barn er útvalið. Guð blessi ykkur. Jesús ólst upp sem útvaldi sonur Guðs til að fyrirgefa öllum mönnum allt það ranga sem þau hugsa, segja og gera. Allt sem kallast synd. Þannig að Jesús var barn, nú er hann maður, var hann aldrei unglingur? Auðvitað. Amma sagði mér að þegar Jesús var 12 ára gamall, fóru María og Jósef með hann til Jerúsalem. Jesús fór og ræddi við leiðtogana og lærifjöruna. Hvaða barn spyr á þennan hátt? Hann er frá Nasaret,
Hann átti að fylgja okkur. Fyrirgefið honum ákafan. Síðan fór Jesús heim með foreldrum sínum og hann þroskaðist að visku og vexti. Hver dalur skal nú hækka og hvert fjall og Nú fór Jesús til frænda síns, Jóhannesa skírara. Hann skírði fólk sem vildi hlýða Guði. Hann skírði Jesú líka þennan dag. Og þeir sem voru þar heyrðu rödd Guðs frá himnum. Þú ert minn elskaði sonur sem ég velþóknun á. Hvað gerði hann svo? Byrja að ferðast frá þorpi til þorps og kenndi fólki Guð. Halló. Halló. Jesús fór aftur til Nasaret þar sem hann ólst upp. Dag 1 fór hann í samkunduhúsið og var beðinn að lesa úr ritningunni. Kaflinn sem Jesús las fjallaði áætlun Guðs að senda Jesú svo fólkið í heiminum gæti fylgt honum að eilífu. Andi Drottins yfir mér því hann hefur smurt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Hann hefur sent mig til að boða laust fyrir bandingja og gefa blindum sjónina. Til að leysa alla þá sem í fjötrum og kunngjöra að Drottinn sé kominn til að frelsa fólki sitt. Hann mælskur. Þessi ritningarstaður rættist í dag þegar þið heyrðu hann lesin. Rættist ritningin? En Messias er það eini sem getur Ég segi þú, spámaður aldrei velkomin í sínum heima. Sagan er ekki búin. Jesús fór til Galileuvatsins. Rói bátnum lengra út á vatnið. Kastið svo netinu, þú og félagar þínir. Ó, meistari, við erum búinir að vera að vinna í alla nótt, en veitum ekkert. En fyrst þú segir svo, skal ég kasta netinu. Jakob, Jóhannes! Hei, hei! Jakob, Jóhannes! Komið með bátinn og hjálpið okkur! Bátinn! Með okkur. Á þessari stundu vissi Pétur að Jesús væri sonur Guðs. En Pétur var hræddur. Hann hafði gert svo margt rangt í lífinu. Hann gat ekki skilið hvernig Jesús sem er heilagur og máttugur gæti samþykkt syndara eins og hann. Farðu frá mér, Drottinn. Ég er syndugur maður. Óttastu ekki. Ég þarf að fara. Já, ég vil líka fara. Og ég. Bless. Sjáumst. Sjáumst. Hvar hefur verið, Benjamín? Úti með vinunum? Já, pabbi. Og var Kaleb með? Já, pabbi. Hversu oft hefur sagt þér ég vil ekki að þú leikið þig við hann? En pabbi, Ég veit að faðir hans trúir öllu sem sagt er Jesú. af hverju er það rangt? Við trúum að Guð muni senda okkur konung,
Faðir vinaðins trúir að konungur hafi fæðst í fjárhúsi. Fáránlegt. En ef pabbi Kalebs hefur rétt fyrir sér? Nei, Benjamín, og nú tölum við ekki meir um þetta. Nei, pabbi. Komið til mín. Hlustið á mig og þið munu lifa. Leitið drottins meðan hann að finna og meðan hann nálægur. Hinn vondi yfirgefi vegu sína og vondar hugsanir, snúið sér til drottins því drottin ber umhyggju fyrir honum og mun fyrirgefa. Og leiða hann út í gleði og Veitu hvað gerðist í dag? Ég sá það. Hvað? Ég sá Jesús kenna fólkinu kærleika Guðs. Mikill mannfjöldi kom saman í musterinu. Enn fleiri biðu fyrir utan. Allir vildu sjá hann. Jesús, ég bið að bjarga dóttur minni. Sýndu okkur miskunn. Hún bara 12 ára og alveg að deyja. Gerðu það, komdu. Jairus, það of seint. Jesús! Dóttir þín dáin. Ekki ónáðakennara lengur. Óttast ekki. Trúðu aðeins og hún mun læknast. Barn, rístu upp. Gefið henni eitthvað að borða. Vá, gerðist þetta? Ó já, það eins og hún hefði aldrei veikst. Pabbi segir að Jesús segi vini en gerir rangt og þeir séu syndarar. Já, það er rétt, en bara vegna þess að Jesús elskar alla, sama hverju þeir eru. Pabbi sagði mér frá manni sem heitir Matteus. Hann tekur skatt af fólki leið og kemur inn í borgina. Fylg þú mér. Matteus er einn af lærisveinunum 12 sem Jesú valdi sér. Þeir eru bestu vinir hans og ferðast með honum og hjálpa til við að kenna Guð. Símon, líka kallaður Pétur, Andrés, bróðir Péturs, Jakob, Jóhannes, Filippus, Bartalómeus og Matteus, Tómas, annar Jakob, annar Símon, Júdas, bróðir Jakobs og svo Júdas Ískarjót. Hvernig geturðu munað öll nöfnin? Hann er bara svo klár. Þú heldur það að því þú er svo heimsk. Ég er ekki. Þú ert jafn heimsk og gamli asniðinn. Hættu rekkusinnið þitt. Kallum rekkusinn? Hæ? Látt hann að vera. Jæja, hver ætlar að stoppa mig? Þú! Slagur! Strákar. Ái, þetta er vont. Það versnar nema við hreinsum það. Hvað gerðist? Hann var að slá. Ég var ekki að spyrja þiglega. Fyrirgefðu. Ég lendi í slafi Kaleb. Þeir voru að tala Jesú. Þeir hittast oft í fjárhúsinu hjá henni Söru. Ég sagði að ekkert gott kæmi að þessu tali Jesú. Hann verður aldrei okkar konungur. En pabbi, ég held hann geti verið sonur Guðs. Nóg komið! Ertu ekki svo litið strangur við strákinn? Nei, alls ekki. Ekki að það skipti neinu máli. Ég hef heyrt að það sé við svikar með að lærisveina Jesú. Sé það rétt,
Verður hann ekki lengur til vandræða? Elskið óvin ykkar. Gjörið gott þeim sem hata ykkur. Blessið þá sem bölva ykkur. Biðjið fyrir þeim sem bregðast ykkur. Ef ykkur slærið á kinnina, rétt hann þá hina líka. Takið ykkur skikkju þína, gefðu hann þá skyrtuna líka. Gefðu hverjum þeim sem biður þig. Takið ykkur það sem þú átt, bidd ekki það aftur. Gerið öðrum það sem þið viljið að þeir geri ykkur. Þessum manni vil ég kynnast. Heldur að hann sé Messías? Hvað myndi hann þegar hann sagði Messías? Við ræddum það í mustrinu. Messías þýðir sá sem lofar. Komið, eltum hann. Mjög gott nafn, já. Sástu kraftaverk? Svo er hann vínur og uppgjöra mann á. Svo er hann vínur. Af hverju er hún hér? Ég veit það ekki. Ef hann er alvöru spámaður, þá ætti hann að vita hver þessi kona er. Hann ætti að vita hennar syndu að líferni. Ég þekki þessa konu, Símon. Ég skal segja þér eitt. 2 menn skulduðu manni nokkrum peninga. Annar skuldaði 500 silfurpeninga, hinn 50. Hvorugur gat borgað tilbaka svo hann gaf þeim upp skuldirnar. Hvor elskaði hann meira? Það hlýtur að vera svo sem skuldaði meira. Það er rétt. Lítið á hana. Þú gafst mér ekki vatn til að þvo fætur mínar. Hún þvær þá með tárum sínum og þurrkar þá með hári sínu. Þú heilsaði mér ekki með kossi. Síðan ég kom hefur hún kysst fætur mínar. Ekki smurði þú höfuð mitt með olíu. Hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Því segi ég, kærleikurinn sem hún sýnir breiðir yfir syndir hennar. En þeim sem er lítið fyrirgefið, þeir sinna lítinn kærleika. Syndir þínar eru fyrirgefnar. Getur hann fyrirgefið synd? Það getur ekki verið. Trú þín bjargaði þér, far í friði. Hann guðlastar. Hasta á mér. Upp á axlirnar. Sérðu núna? Ég get sé Jesú. Sáðmaður gekk út að sá sæði. Og þegar hann sáði féll sumt hjá götunni en það var traðkað niður. Og fuglar himins átuðu allt upp. Annað féll á grýttajörð. Þær plöntur uxu en skrælnuðu því þær fengu ekki næga raka. Og sumt féll meðal þyrna. Þyrnarnir uxu með plöntunum og kæfðu þær. Sum sáðkornin féll í góða jörð. Plantan óx og bar góðan ávöxt. 100-faldan. Dæmisagan þýðir þetta. Sáðkornin eru orð Guðs. Sæðið sem féll við götuna eru þeir sem heyra. En djöfullinn kemur og tekur orðið úr hjarta þeirra
til þess að þið trúi ekki og verði hólpnir. Það sem féll í grýttajörð merkir þá sem heyra og taka orðinu með fögnuði, en hafa enga rót. Þeir trúa því aðeins stund. Þegar reynslutími kemur, falla þær frá. Sæðið sem féll hjá þyrnum merkir þá sem heyra, en áhyggjur, auðæfi og nautnir heimsins þrengja að og kæfa það. Ávöxturinn þroskast ekki. Sæðið sem féll í góða jörð merkir þá sem heyra orðið og geyma það svo í góðu og hlýðnu hjarta. Þeir eru stöðugir og bera ríkulegan ávöxt. Hvar er trú ykkar? Mér leist vel á þetta. Hvað kostar þetta? Nathan. Vissu þið að Jesús er að koma? Kemur hann hingað? Hann er fyrir utan borgina. Komum, fyrir strax. Fyrirgefðu landi. Fyrirgefðu. Meistari, sendu fólkið í burt. Þá geta þau farið til þorpa og bæja í grendinni. Keypt sér mat og gistingu, það er ekkert hér. Gefið þið þeim eitthvað að borða. En við höfum bara 5 brauð og 2 fiska. Blessaðu sértu, drottinn Guð, konungur alheimsins, sem mettar okkur brauði jarðar. Þetta er kraftaverk. Þetta er ótrúlegt. Sjáu þetta. Takk fyrir maður. Sjáu þetta fiskinn. Nófið mér líka. Mikið af þessu. Sjáu þetta. Gjörðu svo vel. Það er nóg til. Geturðu enn ekki trúað að Jesús sé sonur Guðs? Hvar hefur þú verið? Pabbi, ég verð að segja þér satt. Við fórum að sjá Jesú. Hva? Ég trúði valla þótt ég sæði það með eigin augum.
Hann breytti 2 fiskum og nokkrum brauðum í næga mat fyrir allan mannfjöldan. Hver veit, Jónatan? Kannski hann virkilega Messias. Ekkert þú farin að trúa þessu rugli? Hvað eigum við að gera? Hvað segir ritningarnar? Hvernig útleggið þið þær? Elska Drottinn Guð þinn af öllu hjarta, allri sálu, öllum mætti og öllum huga. Elska svo náungan eins og sjálfan þig. Það er rétt, þá muntu lifa. Hver náungi minn? Einu sinni var maður sem fór frá Jerúsalem til Jerikó og ræningjar réðust á hann. Börðan, rændan og skildan eftir. Það vildi til að prestur fór það framhjá. Þegar hann sá mannin, gekk hann framhjá honum. Leviti einn gekk einnig framhjá manninum, en lét sem hann sæi hann ekki og fór rakleitt sína leið. Þá kom þar að samverjinn okkur sem var fyrirlitin. Hann kom auga á mannin og hjarta hans fylltist af meðaumkun. Hann gekk til hans, hellti olíu og víni á sár hans og batt þau. Sett hann á asna sinn og flutti hann til gistuhús þar sem hann hlúði að honum. Næsta dag gaf hann gestgjafanum 2 silfurpeninga og bað hann annars mannin. Og sagði, þegar ég kem aftur, borgaði það sem upp á vantar. Hver þessara 3 reyndist náungi þessa manns sem féll í hendur ræningja? Sá sem var góður við hann. Gerið það sama. Leyfi börnunum að koma til mín og bannið það alls ekki, því að þeirra er Guðs ríki. Sannlega segi ykkur, hver sá sem tekur ekki við Guðs ríki eins og litlu barni mun alls ekki inn í það koma. Hver sem tekur við þessu barni, tekur við mér. Hver sem tekur við mér, tekur við þeim sem sendi mig. Sá sem minnstur er meðal ykkar, hann er mestur. Hvað er að gerast? Hvað gengur á? Jesús frá Nasaret gengur hér hjá. Jesús, sonur Davís, miskunnaðu mér. Hvað viltu að ég geri fyrir þig? Ég vil fá sjónina. Sjá þú. Trúðin bjargaði þér. Ég get þér! Hann er búinn að nálgast þér! Sjáu þetta bara! Hann sér! Þessi maður er Spáni. Meistari, frelsa mig! Hann bjargað okkur! Bjargað sé Guði! Drottinn, sýndu okkur veginn. Ég sé hann líka. Þannig er hann. Af hverju fer hann upp í tréð? Af því hann sér ekki gegnum fólkið. Komdu niður, Sakkaus. Ég ætla að koma heim til þín í dag. Til mín? Hver vill eiginlega heimsækja hann? Hvernig þekki Sakkaus Jesú? Hann er búinn að svíkja alla og Hlustið. Ég gef helmingegna minna fátækum og hafi ég gert af hlut einhvers, borga ég honum 4-falt meira. Já.
Ótrúlegt að tolleftir maður borgi skatti tilbaka. Óhugsandi. Í dag hjálpræði komið hingað, því þessi maður líka afkomandi Abrahams. Ég kom til þess að leita hins týnda og frelsa það. Hlustið. Nú förum við til Jerúsalem. Þar mun allt sem spámennirnir skrifuðu soninn rætast. Hann verður það framseldur heiðingjunum. Þeir munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Hýða hann og lífláta. Á 3. degi rís hann upp. Hæ, Sara. Hæ. Hei, eitthvað öðruvísi hér? Já, asnuna Söru horfin. Hann hvarf ekkert. Ég lánaði manni hann. Hver viltu fá asnaði lánaði hann? Hosanna! Hann konungur! Davíð! Hosanna! Meistari, segðu lærisveinum þínum að þegja. Ég segi ykkur satt, ef þeir þagna, þá myndu steinarnir hrópa. Friður á himnum og dýrð í hæstum hæðum. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 5, 26, 27, 28. Af hverju er Jesús reiður? Þið breyta musturinn í markað, en það eru aðeins að lofa Guð. Það er ritað! Hús mitt skal vera bænahús! Þið breytið í ræningjabæli! Stoppið hann! Hann stefnir á dýri mín! Stoppið hann! Þetta er mjög lítið. Gefðu það þá meira? Ég segi, fátæka ekkjan gaf meira en allir hinir. Því þeir gáfu sjóðinn af allsnögtum sínum. En hún, eins fátæk og hún gaf alla peningana sem hún átti. Meistari, þú talar og kennir það sem rétt er. Við vitum að þú gerir engan mannamun og að þú kennir sannleikann vilja Guðs. Segðu mér, er það andstætt lögum að borga skatta til rómverska keisarans eða ekki? Jesús, hann reynir að plata þig. Sýndu með silfupenning. Hvers mynd og nafn er á þessum pening? Keisarans! Gefið þá keisaranum, það sem keisarans er. Og Guði, það sem Guðs er. Já, svaraðu þessu. Hvort svarðu til því? Svona. Þannig Pétur, hvað er hann að gera? Kaupa mat fyrir páskahátíðina.
Ég hef þráð að neyta páskamáltíðina með ykkur áður en í líð. Ég segi ykkur, ég mun aldrei neyta hennar aftur fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríkinu. Blessaður sért þú, drottinn Guð, konungur alheimsins, sem gefur ávöxt vínvegarins. Takið og skiptið á milli ykkar. Blessaður sért þú, drottinn Guð, konungur alheimsins, sem gefur brauð af jörðinni. Þetta er líkami minn, gefinn ykkur. Gerið þetta í mína minningu. Og bikarinn er sáttmáli blóðs míns, útelt fyrir ykkur. En sjá, hönd hans sem mun svíkja mig er hér á borðinu hjá mér. Sannarlega verður mannssonurinn að deyja, eins og Guð hefur ákvarðað, en veið þeim er svíkur hann. Drottinn, hver er það? Er það nokkuð ég? Spurðu hvernig hann á við. Drottinn, ég myndi fara í fangelsi fyrir þig. Myndi deyja með þér. Ég segi þér, Pétur, áður en haninn galar í dag, mun þú hafa afneitað mér 3. Ráðið hefur tekið ákvörðun. Jónatan, hvað er að? Það lítur út fyrir að ferillinn svokallaða konungs sé á enda. Ég var að fá skilaboð frá ráðinu. Einn af lærisveinum Jesú, Júdas Ískariot, hefur samþykkt að hjálpa til við að fá hann handtekinn. En hvernig gáttu þeir fengið hann til þess? Það þurfti ekki mikið. 30 silfurpenninga. Og í kvöld munu þeir handtaka Jesú og sjáum að hann sleppi ekki. Nei. Æ, nei. Júdas. Er það með kossi sem þú svíkur mannssoninn? Drottinn, eigum við að ráðast á þá? Handtakið hann. Þetta er nóg. Kraftaverk. Komið þið með sverð og barefli eins og ég veri ræningi. Ég var með ykkur í musturinu alla daga, en þið snertu mig ekki. En þetta er ykkar tími. Þegar vald myrkursins ríkir. Takið hann. Hér er þín konungsskikja. Segðu okkur hvað mun gerast. Ætlar að bjarga okkur, yðar hátign. Ætlar að bjarga okkur. Þessi maður var með Jesú. Kona, ég þekki hann ekki einu sinni. Ég sá þá saman.
Já, þú ert einn af þeim. En ég það ekki. Það engin vafi að hann var með Jesú. Hann nefnilega líka Galilei. Farðu í burtu. Ég veit ekki hvað að meina. Nathan. Hvað að, Benjamin? Jesús, hann í vanda. Komdu, verum næði hinn. Hver sló þig? Gettu. Spáðu nú, hver mun slá þig næst? Hættu! Hættu, segi ég. Farið með hann til ráðsins. Áfram með þig! Segðu okkur, ert þú Messías? Ef ég segi það, þá trúið þið mér ekki. Og spyrji ég ykkur einhvers, svarið þið mér ekki. En héðan í frá mun mannssonurinn sitja við hægri hönd Guðs almáttugs. Ertu þá sonur Guðs? Þú segir það. Ha? Við þurfum alltaf að vita meira. Nei. Hvernig ég vunast það til að segja slíkt? Við höfum heyrt hvað hann segir. Hvernig voru hann sér að segja svona? Þetta er guðlast. Þetta má ekki. Við tökum hann til Pílatusar. Já, burt með Þeir fara með Jesú til Pílatusar. Pílatusar, sem bestur allra Rómverja. Hann búinn að drepa þúsundir manna með því að krossfesta þá. Áfram! Hvað viljið þið mér? Á þessum tíma dags? Við handtókum þennan mann, hann blekkir fólk. Hann olli styrr á Markastorginu. Hver verður refsing hans? Dæmið hann! Ég finn enga dauðasök hjá þessum manni, alls ekki. Við fundum hann sekan. Hann hvatti fólk til að borga keisaranum enga skatt og segist vera Messías, konungur. Konungur? Ert þú konungur gyðinga? Já, þú segir það. Hann hóf að kenna í Galilíu og nú er hann hér. Í Galilíu? Er þessi maður Galilei? Sé það svo? Látum við Heródes hann. Hann er enn í Jerúsalem, ekki satt? Til Heródesar. Hver er það sem þú segist vera? Hverjir eru þessi lærisveinar?
Margir segja að þú gerir kraftaverk. Gerðu eitt fyrir mig. Herra, hann hefur verið að blekkja allt fólkið og kallar sig konung. Þessi maður? Kóngur? Yðar hátign. Látið hann finna fyrir því. Færið hann Pílatussi. Þetta hans umdæmi. Hann á ekki skilið dauðadóm. Því skal hann húsdryktur og honum sleppt. Þér ber að láta einn mann lausan á þessari hátíð. Gefðu okkur Barabbas. Já. Og burt með þennan mann. Já, gefðu okkur Barabbas. Krossfestið hann! Já, krossfestið hann! Þú og þú, hýða. Farið frá! Hypið ykkur! Víkið frá! Farið frá! Færið ykkur frá! Ætlaði nokkuð að drepa hann? Stattu! Stattu! Þú! Hvað heitirðu? Símon frá Kýrinni, herra. Komdu hingað. Frá honum! Hérna, áfram! Hraðar! Hraðar! Hvar þú nú? Áfram! Leysið reipinn! Fyrirgefðu, faðir. Þeir viti ekki hvað þeir gera. Hann bjargaði öðrum. Bjargi hann nú sjálfum sér. Já, bjargaðu þér. Þú ert Messías. Farðu af krossinum. Sýndu okkur nú eitt kraftaverk.
Hvað segir skiltið? Konungur gyðinga. Af hverju gera þetta ef Jesús er konungur? Ég veit það ekki. Jónatan, heldurðu að hann sé? Hvað er að gerast? Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Ég hef undirbúið gröf fyrir Jesú. Má ég taka líkama hans? Þú má taka hann. Við náum í smyrslu og undirbúum grefturinn hans. Ég skal hjálpa, en flýtið ykkur, hvíldardagurinn nálgast. En ótrúlegt að sjá ekki Jesú aftur. Hlustið á mig. Munið ekki hvað Jesús sagði aftur og aftur? Hvað? Jú, ég man það. Jesús sagði að eftir 3 daga yrði hann lifandi aftur. Sjáu þið, steinninn er farin frá. Hví leitið þér hins lifanda meðal hinna dauðu? Hann er upprisinn. Munið hvað hann sagði ykkur í Galileu. Mannssonurinn verður handtekinn á syndurum, krossfestur, en mun rísa upp aftur á 3. degi. Hlustiði, steinninn er farin frá. Við fórum inn, en líka með drottins okkar var horfinn. Farinn? Og 2 menn stóðu þar hjá. Englar er skinu, sem sólin, og sögðu: Hví leitið þér hins lifanda meðal dauðra?
Þetta er satt. Hvað þýðir það? Trúið okkur. Trúið okkur. Ég sá þá. Farið og sjáu þið sjálfur. Gröfin var tóm og Drottinn var farinn. Þú verður að trúa okkur. Drottinn, hann er upprisinn og hann birtist Símoni. Við þekktum hann ekki. Ekki á veginum. En hann braut brauð, þekktu við hann? Í Emmaus. Skrítið að hann var þar. Friður sé hér. Því óttist þið. Því koma efasemdir í hugan. Sjá, hendur mínar á fætur. Og sjáu að þetta er ég. Snertið mig, sannfærist. Því ekki hefur andi hold og bein eins og ég hef. Öllu þessu sagði ég ykkur frá þegar ég var enn með ykkur. Allt sem skrifaður mig í lögmáli Móse, skrifum spámannana og í sálmónum varð að koma fram. Þar er þetta skrifað, að Messías muni þjást og lifna við á 3. degi. Í hans nafni mun boðskapurinn iðrun og fyrirgefningu synda fluttur öllum þjóðum og byrja í Jerúsalem. Kaleb sagði mér að Jesús væri sonur Guðs, en ég trúði því ekki. En svo sá ég kraftaverkin sem hann gerði og ég hlustaði hann segja frá kærleika Guðs. Ég sá líka alla hræðilegu hlutina sem þeir gerði Jesú. Ég sá það berja hann. Ég sá það negla hann á krossinn. Ég sá hann deyja. Ég sá það taka líkamans og fara með hann í burtu. En mér datt ekki í hug að ég myndi sjá Jesú aftur. En þá gerist það stórkostlega. Guð hélt sitt loforð. Hann lofaði að reisa Jesú við aftur. Ef við trúum því að Jesús sé Guðs sonur, að hann dó fyrir okkur, verðum við hans núna og alla eilífð. Ég er glaður af því að það vil ég gera. Hvílík saga. Og það stórkostlega við hana er að allt sem þú varst að horfa á og heyra Jesú gerðist í raun og veru. Eftir að hafa hort með Kaleb, Jóel, Natan, Leu, Benjamín og Söru, þá spyrðu kannski sömu spurningar á þau. Hver er Jesús? Þú sást hvernig Benjamín samfærist að Jesús er Guðs sonur, sem sýnir okkur hvernig Guð er og hann tók okkar refsingu á sig með því að deyja á krossi. Og að á sama hátt og Jesús var vinur margra, gat hann líka verið vinur Benjamíns. Af því að Jesús lifnaði við á ný, vissi Benjamín að Jesús var máttugri en dauðinn sjálfur. Hann vissi líka að ef hann sjálfur væri í fjölskyldu Guðs, yrði hann með honum alla eilífð. En fyrst þurfti hann að biðja Jesú að fyrirgefa sér að hann trúði ekki á hann og að hann lifði ekki eftir ráðum Guðs. Benjamín ákvað að hann vildi vera í fjölskyldu Guðs með Jesú. Hvað með þig? Jesús lifir í dag. Vilt þú biðja hann að fyrirgefa þér og gera þig hluta fjölskyldu Guðs? Þú hugsa kannski, ég skil þetta ekki. Eða, ég myndi vilja tala með þetta við mamma og pappa. Eða, ég þarf að hugsa með þetta aðeins betur. Kannski getur þú talað við einhvern sem þú veist að er í fjölskyldu Guðs og spurt þau spurninga. En kannski er svar þitt já og þú vilt kynnast Jesú. Þú getur beðið Jesú að fyrirgefa þig núna fyrir allt að ranga sem þú hefur hugsað, sagt og gert. Fyrir að snúa baki við Guði og lifa lífið þínu án hans.
Þetta kallar Biblían synd. Ef þú vilt vera í fjölskyldu Guðs alla eilífð, þá myndirðu kannski segja eitthvað á þessa leið við hann. Kæri Guð, ég trúi að Jesús sé sonur þinn. Takk fyrir að hann dó á krossi fyrir allt það ranga sem ég hef hugsað, sagt og gert. Fyrirgefðu mér alla syndi mínar fyrir að snúa baki við þér og lifa lífinu án þín. Ég vil tilheyra fjölskyldu þinni og ég treysti þér fyrir öllu mínu lífi. Viltu hjálpa mér að vera eins og þú vilt að ég sé? Þakka þér fyrir að ég get talað við þig hvenær sem og ég þakka þér fyrir að bænheyra mig. Það stórkostlega er að þú getur treyst því að Guð heldur sinn loforð að elska þig, fyrirgefa þér og vera með þér að eilífu. Það væri gott að segja einhverjum frá þessu, til dæmis mömmu þinni eða pabba eða vini. Þegar þú ákveður að kynnast Jesú, hef stórt og mikið ævintýri með mikilvægastu mannesku sem til er. Hér eru nokkrir hlutir sem geta hjálpað þér. Athugaðu hvað Guð segir í Biblíunni. Reyndu að lesa smávegis í henni á hverjum degi. Það er besta leiðin til að kynnast Jesú og læra að lifa eftir hans ráði. Talaðu við Guð. Þú getur talað við hann allt, hvar sem og hvenær sem Hann hlustar. Þetta kallar Jesús bæn. Reyndu að hitta aðra sem þekka Jesú og eiga hann sem vin. Það er ekki alltaf auðvelt að ganga á Guðs vegum, en aðrir meðlimir í fjölskyldu hans muni hjálpa þér og uppörva þig. Eins og Kaleb myndu finna að það er gott að segja vinum þínum hvers virði Jesús er þér. Það hefur verið frábært að segja ykkur sannleikann Jesú. Og munið að þegar þið eru í fjölskyldu Guðs að með ykkur hvert sem farið og í öllu sem þið takið ykkur fyrir hendur.